En leikendur eru Erla Rut Harðardóttir, Gísli Halldórsson, Guðfinna Rúnarsdóttir, Hilmar Jónsson, Hjálmar Hjálmarsson, Jóhannes Kristjánsson, Júlíus Agnarsson, Magnús Ólafsson, Rúrik Haraldsson, Sigurveig Jónsdóttir, Þórhallur Sigursson og Örn Árnason. Leikmynd annaðist Gunnar Kjartansson en tónlistina sá Magnús Kjartansson. Upptöku stjórnaði Andrés Indriðason. Góða skemmtun. Blasir við og saman hvaðan gott kemur þykir mér. Já, hvað finnst þér? Ég sagði Davíð, ég að vestan og komin til að stjórna með þér. Hvar bjórinn sem ég ætla að drekka hér? Ég fráskilinn að vestan og ég til í hvað sem Ríkisráðherra embættið handa mér. Hver kannast ekki við hinnar frægu tjúttstjörnur Simma og Buddu sem voru upp á sitt besta fyrir hálfri öld. Það ekki að sjá þið hafið neinu gleymt. Nei. Segið mér, nú dönsuðu þið mikið saman hér á árum áður við miklar vinsældir. Já. Munið þið ekki eftir neinu skemmtilegu? Jú, til dæmis eftir með rennilásin. Já, hvernig var það? Það var ósköp skemmtilegt. Vilt þú segja okkur eitthvað það, Simmi? Nei, áttu ekki bara að dansa? Þegar ég verð stór, þá ætla ég að ráða öllu. Mjólk góð fyrir ráðamenn. En djús betra. Ég þakka fyrir. Hvenær kemur næsti? Næsti? Þetta svona klukkutíma. Í lifandi skelfing þarf maður að bíða lengi. Ég segi það nú. Bíða lengi? Hvað má ég þá segja? Haldið þið eitthvað grína hjóluballar þessar brekkur hérna? Ha? Viljið þið kannski skipta við mig? Nei, elskan, þetta er allt í góðu lagi. Við bíðum bara. Já, bíddu bara. Amen. Sæll elsku vinur, blessaður. En hvað með kostnaðinn? Já, þurfum við þá ekki að fara að reikna? Nei, við skjótum bara á hann. Hér allt að fara norður og niður. Vextirnir ekki lengur í miðjum hlíðum, heldur eru þeir komnir til himna. Og þangað kemst útgerðin aldrei. Og af hverju þá? Vegna þess að þar allt fullt af vöxtum fyrir.
Þess vegna útgerðin bara eina leið og það lóðbeint til helvítis. Útgerðin stendur höllum fæti, en það svo menn með ekki neitt sjá, þá þurfa þær að ráðast á það. Maður gráti næst vegna þeirra óskamfeilni sem útgerðin sýnd þrátt fyrir það hreinsunarstarf sem við vinnum í undurdjúpunum. Nú bannað að veiða stórhveli. Við megum ekki einu sinni drepa pínulítið smáfisk. Það fjör á sjónum þegar fisk hent. Ef allt á hausinn á okkur bent. En sjórinn botnlaus, tekur alltaf við. Ef mig langar í rúðu, drep ég smáfiskinn. Ef mig langar í rúðu, drep ég smáfiskinn. Wap, wap. Góðan daginn. Daginn. Ég ætlaði að fá hjá þér eina flösku af rottueitri. Ha? Rottueitur, það svona eitur til þess að drepa rottur. Þetta nærfataverslun, við seljum ekki rottueitur. Ó, þá ætla ég að fá hjá þér borvél með sjálfvirkum jafnvægisstilli svona sem hægt að hlaða. Við seljum ekki borvélar. Ó. Þetta kvenn nærfataverslun. Hér kaupir maður nærbuxur, brjóstahaldara, sokkabuxur. Þetta áttu nokkuð keðju segir? Nei. En loksuðu hjálma með hreyfanlegu skygni? Nei. Þú ætti ekki lásboga með sjálfvirku miðu og teginlegu gúmíhandfangi? Nei. Þetta nærfataverslun. Við seljum nærföt. Ekki lásboga og ekki loksuðu hjálma. Nærföt. Áttu 12 tómmu steypunagla? Nei. En svona lítil einangur plasturur með loftgötum í miðjunni og 2 litlum skrúum í endana sem ískra þegar þeir eru skrúaðar inn. Vert úti, góði. Já. Góðan daginn. Góðan dag. Ég ætla að fá hjá þér 10 metra af gaddavír. Dömuðu herra? Að vera, eða ekki vera, þarna efinn. Að vera bæði borgarstjóri og forsætisráðherra eða bara annað hvort. Það spurningin. Nema hvort tveggja væri. Auk þess að vera hitaveitustjóri, útvarpsstjóri, flokksformaður, varaformaður og allt. Hvort betur sæmi að þræja þolinmóður í embætti varaformanns og láta sér leið nægja embætti borgarstjóra einvörðungu eða vopn grípa mót bölsins brími og brjótast áfram til fullra valda og láta ekkert af hendi sem þar fyrir. Það hægt. Ég rætta þessu, fendist eina sjóin, geri frikka gjaldkera, læt bylgju almennrar óbeitar brott á þeim einum. Ég rætta þessu. Pæla ekki meir í því og nú skal framkvæmt, því heila brotin gera oss öll að gungum. Að vera, eða ekki vera.
borga núna? Já, það er rúllugjaldið. Já. 150 takk. Já, ég er að heimsækja manninn minn. Nú já, hvað er nafnið? Hann er á stofu 16 og heitir Jón Egilsson. Já. Já. Jón, hann er á stofu 18. Nú? Já, hann var fluttur í morgun. Og var eitthvað að? Nei, þetta er bara hagræðing. Já, ég hef nú svo sem geta sagt mér það sjálf. Það er allstaðar verið að hagræða öllu. Gjörðu svo vel. Já, takk. Á ég að fá þetta? Já. Já, takk. Það á að skera hann í vikunni? Nei, það er í rættum ekki. Það verður ekkert skorið upp í þessari viku. Nú, hvernig stendur á því? Það stendur þannig á því að þá að skera niður með því að hætta að skera upp. Það er bara búið að flytja við manni minn. Já, það er búið að vera heilmikið rútt hérna í alla morgun. Já, það er búið að tæma bara helmingin af öllum stofunum. Já, ég skal segja ykkur það. Heyrðu, mundir eftir klíðkinu, góða mín? Já, ég myndi eftir því. Það var þér líkt, gróa mín. Ég er bara búinn með alla 50 kallana mína, bara. Já, það kom nú rautt hjá mér. Við skulum nú ekki fara að fá stöðumæla sekt. Svona, það er best þú hafir þetta hérna hjá þér. Þetta er dög út mánuði. Já, þetta er fyrir gróa mín. Er eitthvað aðeins, Nanna minn? Nei. Já, mér fannst þú gefa frá þér eitthvað hljóð. Nei, það var ekki ég. Það var hann Bjarni. Já. Nei, þetta er ekki hann Bjarni. Nei, þetta er Trausti. Þið eru bara 2 hérna inni. Nei, sko, við erum 3. Þetta er Bjarni. Eru þið 2 í rúminu? Já, þetta er allstaðar svona. Já, þetta kalla ég nú hagræðingu. Já, það er að gera og nota plássið sem best. Kemur ykkur ekki vel saman? Jú, þannig, jú. Hann er bara ekki sjálfa ræðinn, hann Bjarni. Það er gaman fyrir þig að hafa kompani. Gaman að hafa kompani, já. Það var þá. Þetta er alveg út í hött. Ég tek sko ekki mál að vera undir sæng með öðrum. Og ég set ekki krónu í stöðumælinn. Mér dettur það ekki í hug. Hvað er það að gera? Heyrðu, ég sagði þér þetta, Trausti. Já, þú gæti farið flatt á því að borga ekki stöðumælinn. Maður á ekki að vera yppagogg. Allra síst á spítölum. Aumingja maðurinn. Aumingja blessaður maðurinn. Ég skal borga í stöðumælinn. Jú, við höfum heyrt að hér farið fram ólögleg slátrun á búfénaði. Bull og vitleysa. Þetta er bara ég og fjölskyldan dundungur inninni. Neitar því sem sagt að hér farið fram slátrun? Já, ég segi kannski ég einu og einu rollna og þá helst svona bara aflóa skemmtinu sem að maður hefur svo í sundarsmöndin. Já. Slapp helvi, sko. Hafðu ekki ári, ég skal vilja læja honum. Þú hittir hann! Jippi! Já, eins og þú sjáu þá er þetta bara svona smá matvæla framleiðsla fyrir heimilið. Já, góðan daginn. Ég átti að sækja þetta 200 strokka. Já, en þetta er frekar stórt heimili. Þorri þeirra sjónvarstækja
sem nú í notkun ekki til þess búinn að taka á móti sendingum textavarps með óbrenglaðri stafsetningu. Nýlunda þessi víðs fjarri að vera fullburða. Hinn annarlegu tákn textavarpsins eru að sönnu fjarri öðru ritmáli velflest, en ég vænti þess að stafsetningar kunnátta ungmenna bíði engan hnekk af þeirra völdum. Allt orkar tvímælis þá gjört Strákar, slakiði til mín textunum. Það ekki glæta að maður getur lært svona ræður utan að. Ég hef nú stýrt þessu mikla flegi sem sjálfstæðisflokkurinn fram hjá öllum háska. Við erum komin í gegnum Skerjagarðinn og framundan beinn og breiður vegur. Nú kemur hann Davíð siglan og tekur við skjól. Það einfalt kostar varasta eina mann fórn. Þú Þorsteinn minn þáliðin tíð, þáliðin, áliðin, hjáliðin tíð. Björt vor framtíð nú blasir við og krasir við, nú veitir líf, burt. Nei, ég sit kör. Kör. Bara burt. Nú sjálfstæðisflokkur kominn á burt, svo burt. Burt, nú víkið þið burt frá mér því ég stjórn öllu hér. Burt, nú víkið þið burt því veit upp á tindinn ég fer. Ég ára hvers einasta manns, himneskur hetja míns lands. Jóðinn lítur hans valsmanns, hans raus og mas, tekur hann glas. Burt, sýnið mér kurr, einskis burt, ég læt ykkur hafa það óvegið burt. Já, burt, já, varasta burt, já, einskis burt, já, varasta burt. Góðan daginn. Já, góðan daginn. Ekki allt í góðum gír? Þú ert aldeilis brattur, þykir mér. Brattur, já, hvað annað? Við vorum að mæla hraðan hérna. Hvaða hraða? Og ökurhraðan. Já, ökurhraðan, já. Þú keyrðir hérna á 130. Fórst gróflega yfir strikið. 130, já, ég bara kom honum ekki hraðar. Ég nefnilega flýta mér ammali. Já, viltu gjöra svo vel að koma hérna út? Gjöra svo vel. Koma út, já, ég bara má nú eiginlega ekki vera allt þessu. Ég að fyrir ammali. Þú heitir... Erum við góði? Hvað þú að gera hér? Ég? Nei, hann. Já, hann? Já. Ég að taka hann svínaði hérna á 130 maður. Já, mér þykir þú brattur, ha? Já. Ég? Já, þú ert komin gróflega yfir strikið. Já. Þú engan réttir að taka menn hér. Nei. Ég víst rétt til að taka menn hér. Nei. Víst? Nei. Víst? Nei! Kanntu ekki að lesa maður? Það stendur þarna á skiltinu. Borgarnesi hérna megin, en Skagalöggan á að vera hinum megin. Skiptir það einhverju máli? Hvað skiptir máli, já? Það verður að vera lög og regla í þessu land. Annars allt tóma í þessu. Stráka mínu, ég bara má ekki vera að þessu lengur. Ég að fara í ammali. Ég sé ykkur seinna. Og þú heitir?
sé fjöll og dali. Sérðu nokkuð gil? Já, ég hleyp þangað. Framkvæmdasjóður. Kassinn tómur, nei. Hér vísbending. Ef þú hjólar upp í Kjós, andinn brátt mun komi ljós. Andinn? Hvaða andi getur þetta verið? Er þetta Írafellsmóri? Ég athuga það með þú hjólar í Kjósina. Jónstöð, þetta miði! Lestu, maður, lestu! Uppið gríkt og óvið hraun, enn slátrað fé og laun. Þessi erfið. Ég hlýt að geta skotið á þetta, sjá. Sjá. Hér bærinn Hraun, sérðu hús. Ég sé í fyrsta lagi að það maður sem elti myndavél, í öðru lagi hús. Taktu til fótanna, maður. Staðreyndin sú að við Íslendingar notum mun meira af lyfjum en aðrar þjóðir. Þessu ætlum við að breyta með aukinni þátttöku almennings í lyfjakostnaðinum. Þetta ekki nóg, skan. Þú slærið bara að lána einhver staðar, skan. Tökum höndum saman og minnkum lyfjakostnaðinn, fækkum sjúklingum, svo við öll getum haft það jafn gott. Heilbrigðisráðuneytið, þar sem umhyggjan í öndvegi. Fyrirhyggju og aðgæslu þörf í íþróttum eins og í lífinu sjálfu. Þegar á reynir mikilsvert að hafa gott tak á tilverunni. Eins og í dvergakasti, þeirri erfiðu íþróttagrein. Þegar til kastana kemur mikilsvert að grípa ekki tómt. Hvar eru hangarnir? Það átt að vera hangar á dvergunum. Látið ekki hátt ykkur á grundvallaratriði. Grípið ekki tómt þegar á þarf að halda. Sparibréf fjára, bara fjári góð. Hér flaska. Flaska, já. Við skulum kíkja á vísbendingun aftur. Ef þú hjólar upp í Kjós, andinn brátt. Andi í flöskunni? Andi? Hvaða andi ætti það sem að vera? Kjósandinn auðvitað. Kjósandinn? Já, þá erum við búin að finna fjársjóðinn. Nei, við eigum vandan. Við eigum kjósandinn. Þú fætt bara með hann til Davíðs. Komdu með hana. Það alltaf verið að horfa á sjónvarpið. Það ger ég líka. En ég horfi ekki á hvað sem Ég horfi á þetta. Spila. Þá komið að gesti þáttarins. Þetta maður sem við þurfum ekki að kynna. Hann leikur, dansar og syngur og ég veit ekki hvað og hvað. Við skulum gefa honum gott klapp. Gestur Fjalldal!
Já, þú hlær bara kallinn. Hlær bara, já, hvað get ég annað? Það svo gaman að vera til, sko. Lífið allt einn allsherjar brandari. Það allt svo skemmtilegt. Eins og hvað? Eins og hvað? Eins og þú til dæmis. Þakkaði fyrir kallinn. Já, það ekkert að þakka vinnu. Þú ert alveg drepfyndin, sko, í þessu hallaríslega bleika dressi. Í alvöru talað, Gestur, þú ert fjöllistarmaður. Fjöllistarmaður, já, það má segja það, sko. Ég syng og ég leik og ég dansa og ég yrki. Já, og ég tek í nefið. Gestur, mér langar til að spyrja þig einu. Endilega. Í alvöru talað, þú ert svo opinn og einlægur. Hvernig ferðu að því að vera svona stórkostlegur? Ó, þú segir það. Þú segir það, sko. Já, þegar stórt spurt, þá verður oft fátt svör. Ég ímynda mér að ég sé Já, Gestur, við getum talað þetta í allt kvöld, það svo mörg að taka, sko. En Gestur, nú langar mig til að koma þér á óvart. Jæja. Já, það svo gaman að koma svona óvart. Já. Og ég veit það, Gestur, að þó þú sett svona opinn og skemmtileg, þá fæ ég þetta aldrei upp úr þér. Þannig að ég fekk nokkra góða kunningeina sem þú kynst á lífsleiðinni og fekk þá til að segja hreint út hvers konar maður þú ert, Gestur. Nei, hvað ertu að segja? En gaman, það var aldrei. Já, hann Gestur, já. Hann Gestur er náttúrulega ekki normal. Mjög undarlegur maður. Það hefur aldrei verið eins og fólk að flest. Eiki, refur, hvað er verið að draga hann? Ég man til dæmis þegar við vorum smá pollar í sveitinni. Það var með ólíkindum hvað hann gat verið mikið rekkjusvín. Rekkjusvín? Svo það má segja að eðurlið hafi snemma sagt til sín. Ég man að ég hitti hennar mann í æðarnútnum. En eiginlega fer ég aldrei þangað. Nema hvað? Þegar ballið er búið, þá býður hann mér heim. Hvaða kettling er þetta? Mér fannst hann svo æðislega sjarmerandi. Hann var eitthvað svona, þú veist, flugstjóralegur, skilur. Flugstjóralegur? Svo ég bara slæði til. Og svo förum við heim til hans. Og svo... Ég get ekki sagt frá þessu, ég get ekki sagt. Tæknin er eitthvað að sprella með okkur hérna. Við vorum með viðtölin á 2 spólum, önnur merkt spjall og hinn skjall. Spjallið hefur vist farið út til loftið en við byggjumst náttúrulega velvirðing á því og höfum bara gaman aðeins og erum jákvæður hress, Gestur. Gestur, við erum í beinni, Gestur! Herðu, við þurfum þá ekki að skrifa undir það nokkuð. Nei, við erum svona perluvinnir. Er þetta ekki heiðursmannasamkomulag? Einmitt. Kanntu það lag? Já, byrjað þú. Allt í lagi. Félagsmálin fæ ég þér, fyrir landbúnað handa mér. Ef ég mynda, ef ég skyndi mynda, ef ég mynda stjórn. Þú farð að eiga fjármálin, fái ég sjávar útveginn. Stopp, hækka! Skattana? Nei, býtt ég. Ég vil eiga fjármálin og einnig sjávar útveginn. Ef ég mynda, ef ég skyndi mynda, ef ég mynda stjórn. Í hverju felst þá fram á von, fyrir hann Heiðminn Guðnason. Ef við myndum, ef ég skyndi myndum, ef við myndum stjórn. Hækka! Aftur? Já, þá upp í að. Allt í lagi. Skítráðuneytið skal hann fá, en skógræktin sé Blöndal hjá. Ef ég mynda, ef ég skyndi mynda, ef ég mynda stjórn. Ef við myndum stjórn. Hver var þitt út? Hann. Olsen. Það segir Olsen og svo Olsen. Jæja, piltar, þá er ég komið með þau. Komið með hvað? Málverkin. Hvað? Málverkin? Já, vanlega. Varst þú að panta málverk, Magga? Ég? Já. Nei. En þið strákar? Nei. Ertu ekki að fara á húsaveld, góði? Nei, þetta á að fara hérna á Norrbystöðuna. Hver segir það? Nú, ráðherra. Við höfum ekkert tett um þetta. Ég er með miklu meira. Heyrðu, nú veit ég. Þetta á að fara vegginn í tukthúsinu.
Hvað tukthúsi? Það segir sig sjálft, það hlýtur að koma tukthús eftir að heilbrigðiseftirlitið lokaði kjallarahólunni. Já. Tukthúsi? Já. Og komið málverkið? Já, já. En þetta nú ekki að byrja öfugmend. Öfugmenda, hvað mennar þú? Ég meina, væri ekki gáfulegur að fá vegginu fyrst? Ég segi það nú. Þetta er ófremdar ástand. Þetta var ekki til að veita mér hjálparhönd. Ég er með heila sýningu hérna út í bíl. Já, komið og hjálpið listamanninum. Ég er á hundleiður og þessu Eilíf Olsen hérna. Ég vil fá klefa. Næst verður boðin upp á þessum sjúklingamarkaði kona 57 ára með magasár. Starf iðnverkakona undir skattleysismörkum. Er nokkuð tilboð? Lægsta tilboð er 500 krónur. Jæja, 400 krónur. 400 krónur. Já, við tökum hann ekki bara. 400, fyrsta, annað og þriðja. Næst er forstjóri, 67 ára, hjartveikur. Tilbúinn að borga með sér 200.000. 10.000. 20.000. 30. Já. 40. 40.000 boðinn, 50.000. 55. 55.000. 60.000. 65.000. 75. 75.000 boðinn. 90. 90.000 boðinn. 100.000. 100.000 býður nokkur betur. 110. 110.000. 120. 120. 150. 150.000. 160.000 boðinn. 170.000. 170.000. 180. 180 fyrsta. 185. 200.000. 200.000. 200.000 fyrsta, annað og 240.000. 240.000 fyrsta, annað og 240.000 fyrsta, annað og þriðja. Halló. Já, ég fer á bogganum. Já. Þá er piltur, 18 ára, er nokkuð tilboð. Lægsta tilboð 300 krónur. Getið þið ekki tekið hann? Nei, við höfum ekkert pláss. Þetta getið tekið 30 ár. Er eitthvað lagt fram með honum? Já, móðir hans er ekki á vinnu við ræstingar. En er ekki einhver ættingjar sem getur... Ég bið tilboð. Þið fengu nú liðagiktarkona fyrir lítið. Hann er líka með hjartakalla. Fylgir stóllinn? Já, hann getur svo sem fyllt. Já, þá tek ég hann á 300. 300 krónur, fyrsta, annað og þriðja. Næsta sjúklingauppboð verður á morgun. Þá verða boðin upp fiskverkakona, strætisvagnabílstjóri og bankastjóri. Allt mjög bitastæðir sjúklingar. Nú hefur íslenski spilarinn komist í slemmu, en þó að drömblegan sé ekki sem best brosir hann út eyrum. Takk eftir að pólski spilarinn veit ekki sitt rjúkandi ráð. En hér kemur yfirdroppið, laufa spaði, og nú fer svo pólski alveg á taugum. Já, þetta bræð kemur hann algjörlega í opna skjöldu. Svona laufa spaði hefur hann aldrei séð. Já, það er næsta víst að íslenska sveitni ætla greinilega að vinna þetta á brostekninni. Já, það er þessi orðafátækt sem að verður æ meira var við hjá stúdentum. Hún er farin að valda okkur í háskólanum þungum áhyggjum. Það er einmitt það. En nú eru þið komin að stað með nýtt hattrætti. Happó. Happó, já. Hvað finnst þér um það heiti? Já, það hefur slegið í gegn. Annars ef ég á að segja eins og þá finnst mér það nú dálítið lumó. Hérna, þetta færðu þá um hálsinn. Takk, kæri Davíð. Þú tekur þá við andapollinum. Takk, kæri Davíð. En ég mun náttúrulega eftir sem áður tilkynna öllu meiri háttar fjárútlát, allt sem yfir 10 milljónum. Það sem ég á nú að vera borgarstjóri, er þá ekki eðlilegt að ég... Auðvitað ertu borgarstjóri. Ég kveð þá þetta embætti stoltur og hrærður. Og þetta litla minnismerki mig.
höfðun og viljum heyra. Hvert varðar kostnað svo kostulegs afreks, aldrei skal ferðan fara fyrir svín. Hún svín, ekkert grín, þetta yndislega ferðan mín. Virðin og dásemd þín auka og bróður, gull leiðinda skjóður við lásum á Ég er svo aldeilis. Sástu þetta? Já. Nei, eiginlega ekki. Aldeilis, svartin á hana þessum? Já. Verðum við ekki bara að ringja á lögguna? Já, við komumst vist ekki hjá því. Nei. Hann hringir. Já, nei, hvað, ég vil ekki vera. Nei, svona, ég vil ekki vera. Tala þú maður. Láttu ekki svona. Halló. Halló. Já, er þetta löggan? Já. Í Borgarnesi? Já, blessaðu góði. Sáum bíl? Akraneslöggan hérna. Við sáum eiginlega hérna svona bíl. OK ofsarhraða? OK ofsarhraða. Já, við ætlum svona að hvort við mættum nokkuð taka hann. Númerið? OI 7913. OI 7913. Ekki, nei. Nei, nei. Frændiðinn, já. Já, það er nefnilega það, já. Já, nei, nei, bara svona að tjekka. Já, já, við látum að það bara eiga sig. Já, já. Blessaðu góði. Blessaður. Ætli, vantur nokkuð menn hjá þeim hérna í Borgarnesi? Þeir eru bara komnir. Ég veit ekki, þeir sögðu í útvarpinu maður ætti að láta vita. Hvað er kvikindi? Inn í stofu. Þú lætur okkur bara vita ef það kemur önnur vinnan. Já, þetta er ákaflega hentug bók, ákaflega handhæg, úrlingar Íslands og Evrópu. Já. Sjáðu til dæmis þennan úrling hérna, þennan. Já. Þessi tegund er hérna fyrir utan. Já. Skulum ekki hafa mjög hátt, þeir eru ekkert sérstaklega svakir. Nei. Já, alveg hreint dæmigerður vandræða úrlingur. Auðþekktur á kærileysislegu augnaráðinu. Já. Hljóðin eru dálítið sérkennileg. Nú? Já, shit maður, dammit maður. Hörðu, þarna eru aðra tegundir. Hvaða afbrigði er þetta? Já, þetta eru kjaftaskúmar, kollu báðar, fylgdu. Og þarna eru áflogahannar, þeir sjást nú aldrei öðru sendur en tveir eða fleiri saman og eru þó að berja hver annan. Já. Og þarna á bakvið, þetta eru þrjár áhorfendur.
3. Nei. Þarna alkaungi. Og annar til. Alkaungi? Já. Þeir eru að para sig. Já, það fullvaxta alki á blaðsíðu 41 í bókinu. Já. Tvær hjartapillur og ein gigtarpilla. Tvær hjartapillur, ein gigtarpilla og 3 verkofindriðandi. Ég sé þig 3 verkofindriðandi með stafninu og svo legg ég undir hérna 1 glas hægðarlyf. Ég pakka. Ég sé þig. Fullt hús. Ert þú alveg krúkkur, Rósa mín? Já. Geturðu kannski lánað mér eina verkofindriðandi? Strax. Þið eruð komnir yfir hafið, kæru vinnir mínir og spilafélagar, með hérna einu sönnu skál, sjálfa Bemrútaskál. Heyrðu þetta, Bemrútaskál? Hörðu Bjarni, þú fann nú ekkert að taka þetta upp, það nokkuð? Nei, ég fekk nú sjálfur einu sinni svona skál. Það var 1968, þá var þetta nú að kalla bara bikar. Það var þegar káringurinn í Íslamóti í kraspinu. Heyrðu, ég talaði við Markus Örn og ég sagði hann yrði að fella niður þessar 10 milljónur, þú veist. Þakka þig kærlega fyrir. Það verður örugglega einhver háað út af þessu að ég sem fulltrúi ríkisvaldsins sé tilkynna þetta, það verður bara að hafa það. Hvað, þú vilti taka þetta upp hérna, það er orðið. Hvað heldur þessi eitthvað glær? Nei, hvað ætti að gera með þessi astanlega heyrnartól? Það er svona kalt á eyrunum. Sko, þetta eru sko mínir menn, brosið á sínum stað. Getur maður annað en verið fullur á svona stundu, af stolti og gleði. Skál, Bemrútaskál. Heyrðu þetta, Bemrútaskál. Já, og þá er þessu útstending ekki lengur hérna á fröðuleistu. Ný tilhögun á rekstri strætisvagna Reykjavíkur hefur vakið verðskuldað athygli. Fargjöld er nú greidd eftir þyngd, hæð og umfangi. Þessi nýja skipan mála verður að teljast mikill sigur fyrir Megrunarfélag Reykjavíkur sem hefur barist fyrir því réttlætismáli árum saman að hver farþegi greiði fargjald í samræmi við það pláss sem hann tekur í vagninum. Þannig að ég á við smá vandamál að Vandamál sjá. Það er bara komið þannig læknir að ég þorri varla að láta sjá mig á almannafæri. Ég skil það. Svo vandamálið er að ég... Leif mér að geta. Það er eitthvað í andlitinu, það ekki? Nei, það er eiginlega frekar að... Rétt fyrir ofan munnin. Rétt fyrir náðan augun, eða ekki? Svo vandamáli er læknir að ég... Það var fyrir andlitinu. Það er eiginlega frekar svona... Á nefinu. Það er á nefinu, eða ekki? Áhverju ertu alltaf að flissa þetta, læknir? Fyrirgeðu ég. Haltu áfram.
læknir, það sem amar að mér, læknir, það Er það að þú ert með ógeðslega stóra vörp á nefinu? Nei, læknir, það fóturinn. De nærmer sig. Skynd dig nu, Reykhaus. Ja, ég hérna mínu hraðskeiða fjallabíl og svona við skulum allaveg, sagði Ja, skynd dig nu og kør, Reykhaus. Það alveg ljóst að það nú eitthvað skyndarlegt á þessu máli. Ti nu stille og kør, Reykhaus. Stille og kør? Skal vi lige give det? Hvad er det så noget, mand? Så hold op med det fiskeri der. Så jeg bare... Við skulum nú alveg átta okkur á þessu máli, sem sagt. Ég og mín fjölskylda, við líðum nú ekki svona danskan yfirgang og svona... Hvad siger du, mand? Men har I så ikke en cykeludvandring eller sådan noget her for søren? Det går ikke. Gjörðu svo vel að koma út, góði. Hver, ég? Já, þú. Ég bara bílstjóri, það hann sem ræður. Nú. Hvað heitir þú, góði minn? Já, ég nú bara farþegi hérna. Já, hvor ykkar ber ábyrgð á þessu trillitæki hérna? Nú, hann? Já, maður kannast nú við aftursæti bílstjóra þegar maður sér þá. Jeg kommer først. Uffe! Uffe! Landsbys idiot! Get ekki að því? Augnablik, hvert á að væða? Í hvaða löggu eru þið eiginlega? Vitið þið það ekki að fyrsta að þið eru að tefja alþjóðasamninga. Annað að Ísland getur orðið heimsfrægt ef við vinnum þetta kapphlaup. Heimsfrægt, já. Við höfum nú heitt þennan áður. Herðu, þetta er fegurðardrottningin, eða ekki? Sterkastu maður í heimi. Nei, þetta er óperusöngur hann á Ítalíu. Sko, ég er utanríkisráðherra. Þetta segja þér nú allir. Nei, sjáu þetta, strákar. Já, þið getið! Að sem flugstök fljúi móti mér og löggunni ég ljúi. Lítið að fer mikil raun, ég lúfa ekki baun. Láta ganga, gefðu inn, það býður eftir okkur Litháinn. Þótt vegalöggan sé á hælum þér, þá skaltu ekki skelfast, treystu mér. Nú finn ég hestöfli, hér beint í mjóhrygginn. Þú ert mesti ökugikkur, góði besti Kiddi minn. Fréttirnar verða ekki 11 að þessu sinni, heldur 4. Hér kemur svo fyrsta. Biskup hefur afþakkað boð til páfa og til Trellefjellefjúr í Vestur-Noregi. Já, auðvitað leyfði samviska minn ekki frekara Flandur á þessu ári, en hugur minn stóð mjög til Noregsferðarinnar. Þú hefur líka ákveðið að... Það sífellt verið að hrifsa eitthvað úr tómum sjóðum kirkjunar. Það breytist ekkert með nýjum herrum. Það sem að þjófnaður í fyrra stöldur núna. Þú hefur líka ákveðið að ná niður kostnaði við veislur á vegum embættisins. Einmitt, í mínum veislum verður ekkert áfengi veitt nema úr eigin kjallara. Það að segja messuvínið. En við munum auðvitað takmarka pinnamatinn við oblátur með 11% osti. Númi Jónsson, pípulagningarmaður, hefur verið ráðinn framkvæmdastjóri hinnar nýju réttargeðdeildar að Logni. Við tókum hús á Núma. Þetta allt saman versta fólk og saklaust út af þessu. Sumir hafa verið að leika sem eldspýtur og aðrir farið frjálslega með títiprjóna eins og gengur og gerist. Einhver nýmæli í rekstrinu? Já, við erum með sérstaka iðjuþjálfunardeild fyrir fólk sem kann ekki að fara með skæri. Segðu mér, hvað er þetta að gera? Ég er búið til dúkkulísur. Segðu. Rætt var við Núma Jónsson, pípulagningamann.
Hagræðingaráðunautur heilbrigðisráðuneytisins telur að mjög góð reynsla hafi fengist af heimilisréttargeðdeildinni, en hún hefur starfað án teljandi vandræða nokkurt skeið. Heimilisréttargeðdeildin starfar í nánum tengslum við öldrunarstofnanir. Hafa vistmenn elliheimila verið fengnir til að sitja yfir afbrotamönnum í heimahúsum. Þetta fyrirkomulag hefur haft stórfelldan sparnað í heilbrigðiskerfinu í för með sér. Þjóðlegar dygðir, svo sem húslestrar og tóvinna, hafa verið endurvaktar með þeim árangri að margur góður afbrotamaðurinn hefur snúið frá villu síns vegar. Það gjöri ég. Hafin útgáfa á vegabréfum inn í 21. öldina. Utanríkisráðherra afhenti í dag fyrstu passana við hátíðlega athöfn á lögreglustöðinni á Selfossi. Nú, gjör svo vel. 21. öldin, segir þið? Já, allt fyrir ekkert. Og þú garanterar að ég lífi þetta? Já, nú ef það eitthvað vafamál, þá getur þú fengið passa aftur á bak. Aftur á bak? Já, til dæmis, þú getur fengið komast inn í 17. öldina, nú eða þá 18. öldina, eða nákvæmt til. Nú og þú vilt kannski fara inn í 9. öldina og hitta Ingólf og Hjörleif. Guttormsson. Hæsti! Eins og fram hefur komið í fréttum hefur verið ákveðið að fækka opinberum fyrirtækjum helming. Í dag gekk í gildi sameining 2 gamalkunnra fyrirtækja, Pósts og Síma og Osta og Smjörsöluna. Starfsemi hins nýja sameinaða fyrirtækis verður í húsakynnum Sankti Jósefsspítala í Hafnarfirði, en hann var lagður niður fyrir skemmstu eins og kunnugt er. Þó var talið þjóðhagslega hagkvæmt að einn langlegusjúklingur fengi að dveljast þar áfram og er hann hafður til reynslu í 35% starfi við að svara í síma og smakka osta, enda hefur hann ekki fótavist. En hvert er heiti hins nýja fyrirtækis? Ostur og sími, góðan daginn. Ostur og sími, já. Til hamingju. Fleira er ekki í 11 fréttum. Ég les hér ljóð úr hvítu bókinni. Skálin. Einn sitt ég yfir drykkju, aftaninn vetralangan, ilmar af gullnu glasi, bermúta skála ángan. Ítir hér undir ólgu beinist að brjósti mínu, brostnu af lúnabólgum. Svo var mín tunga óþvinguð, menn sögðu því valda vínið, en ég aftur penicillínið. Strákar, er ekki ógeðslega gaman að vera innan með svona heimsfræga menn? Ertu að tala þessar útlendu groppuður? Viltu ekki heldur spyrja þá hvort þeir fílið það ekki tæklur að vera innan okkur? Ætlið að taka á Eyðisandi? Já, ætlum við kýlum ekki á það. Já, þá verður sko gefið í botnmaður. Þú ert alveg ógeðslega töflubi. Heyrðu, ertu ekki Silla litla? Jú. Já, ég þekki ömmu sína. Er það? Nú, hann líkast til. Við vorum í sama bekk í barnaskóla. Það rok og rigning og rosa veður og hundur ekki útsigandi. Við erum ríkaði rokkarar, rosalega gamli, í rokka svo útslítandi. Við viljum alls ekki hætta í hávaðabandi og haldi víst flestir það sé enginn vandi. Einfaldir hljómar, einfaldir hljómar, einfaldir hljómar gefar mestan gaur. Við bílum og taugum, með baugum til draugum, eldgamlum draugum, í
Með einstaklega hugvitsamlegum hætti var nýjasta veitingahúsi borgarinnar komið fyrir ofan á heitavatnstönkum. Þegar elda áttu ofan í fyrstu gestina kom babb í bátinn. Eldhúsið hafði gleymst, en hönnuðirnir fundu ráð við þessu sem öðru. Með einstaklega hugvitsamlegum hætti. Ég skal mig. Eru ekki magaálæknir að vera tilbúnir? Ósköp, varstu lengi góðurinn? Já, ég festist í lyftunni. Fyrsta skóflustunga að viðhaldsstöð flugleiða, stærsta húsi í eigu Íslendinga, var tekin við hátíðlega athöfn á árinu. Húsið verður 12.500 fermetrar og 17.500 rúmmetrar að stærð og mun kosta 1 milljarð króna. Hinn nýja viðhaldsstöð mun bæta úr brýnni þörf og leysa af hólmi húsnæði sem fyrir löngu orðið allt of lítið. Ég álit þetta gott framtak hjá menningarráðunautunum. Fólki hefur yfirsést að í fyrsta lagi skrokkabankið er íslensk tónlistarhefð. Ég strokkhljóðfæri. Á ég að leika á þig fyrst eða ætlar þú að leika á mig? Leikum bara ekki hvort á annað. Strokk eða bank? Bank. Sá ég spóa suður í flóa, syngur lóa út í móa, dí, 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 vorið komið víst á ný. Vorið komið víst á ný. Ég fimum fæti stíg á stokk og strengi þess heit, að hvorki sjást mér bjór mér bokk í brittspilara sveit. Áramót skulum við láti lifa, að batnandi manni sé best að lifa. Á lágan stokk ég tylli þá og treysti heit í dag, að enginn skal mig efinn sjá efnahagsbandalag. Áramót skulum við láti lifa, að batnandi manni sé best að lifa. Og því ég af grænni grein hef kalað meir en nóg, heit að setjast í helgan stein, en halda áfram þó. Áramót skulum við láti lifa, að batnandi manni sé best að lifa. Ég heiti því á þessum stokki þekktri stellingu, að dansa áfram ákaft rokk við elli kellingu. Áramót skulum við láti lifa, að batnandi manni sé best að lifa. Ég völdu fæti vafra á stokk og vinn því dýran eið, að taka upp sund og taka upp skokk og trill og rossa leið. Áramót skulum við láti lifa, að batnandi manni sé best að lifa. Ég píreygur upp hugan herði og heiti óðara, að ólmast þar til afturverð ég orðinn ráðherra. Áramót skulum við láti lifa, að batnandi manni sé best að lifa. Og það skal gjörvöll þjóðin sjá að þessu ég vinn. Mitt atkvæði skal ætíð fá hann elsku Davíð minn. Áramót skulum við láti lifa, að batnandi manni sé best að lifa. Á stokkinn fæti djart ég drep og dýran vinn því ein, að lækka skatta þrep fyrir þrep, en þrjóskast við leið. Áramót skulum við